manneskja sem að telst til hinsegin samfélagsins hefði orðið fyrir aðkasti og þurftu vernd sérsveitarinnar, að þá værum við að tala það hversu mikið Snorri Másson ber ábyrgð á þessu. Ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið á ábyrgð þeirra sem hafa verið að tala fyrir umburðarlyndi og kalla hann geltandi hund og reyna að fá hann til þess að segja af sér embætti og hann eigi ekki að koma á opinberri stefnumótun og hann sé ömurleg manneskja og hatur og allt þetta. Ég ætla ekki að segja að þetta sé skrifað upp á ykkur, en ekki gleyma því að ef að þetta hefði verið öfugt, að þá værum við að tala það hversu mikið Snorri Másson ber ábyrgð á því hatri sem einhver einstaklingur hefur orðið fyrir. Og þetta fyrirkomulag, þessi leikjafræði, mun bara leiða til verra samfélags, þar sem að einmitt umburðarlyndi, mannúð, mennska og allt þetta dót verður notað til að skoðanakúga fólk, að þá mun fólk bara snúast gegn þessum málstæði. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 4. september og klukkan er 13:40. En ástæðan fyrir ég segi það er að þessi þáttur breyttist allhressilega núna í kjölfar frétta sem að voru í rauninni að berast núna þegar ég er að taka þetta upp, sem að snúa því að eftir mikið hafarí sem að ég ætla meðal annars að fjalla hérna í dag varðar Snorra Másson, að þá það komið í ljós að það var hópur sem að var á samfélagsmiðlum að fjalla það, það sem heitir að doxa, heitir að doxa. Það sem sagt að það verið að upplýsa fólk það hvar Snorri eigi heima og að hvetja til þess að fara heim til hans. Og sko, ég er búinn að fara svona upp og ofan, ég er búinn að vera einhver símtöl í dag, búinn að svona fara fram og aftur. Fyrst þegar ég sá þetta þá var maður náttúrulega alveg brjálaður og var bara eiginlega ekkert í standi til þess að taka upp og við svona sjáum til hvort að ég sé ennþá í standi, því að maður er ennþá mjög pirraður yfir þessu. En það er ótrúlega margt þetta að segja. Sko, ég ætla nú bara fyrst að segja að nú höfum við verið að heyra umræður umburðarlyndi, mannúð, mennsku og svona góðgæsku og nú höfum við fengið hana. Hún hefur tekið á sig þessa mynd nokkuð fyrirsjáanlega, þar sem að fólk telur sig hafa svo góðan málstað að hægt er að beita öllum kerfinu til þess að fara gegn honum, og sem að veldur náttúrulega því að einhverjir telji það æskilegt að vera að gera svona hluti. Það hefur náttúrulega verið svolítið einkennilegt undanfarin ár, langar maður að segja, að það hefur verið mikið talað það til dæmis, og reyndar sagt við mig að ég þurfa að bera ábyrgð á orðum mínum út af því að þau hafa raunveruleg áhrif og að það kynni að gerast að einhver taki þetta eitthvað lengra og það að vera að tala viðkvæm málefni og sé að einhverju leiti eitthvað sem að ekki bara þurfi að passa sig hvernig maður gerir, heldur að ákveðin málefni séu bara þannig úr garði gerð að við eigum ekki að ræða þau. Og þar held ég að svolítið hnífurinn standi í kúnni varða þetta mál. Nú höfum við náttúrulega séð alveg ótrúlega aðför gagnvart Snorra, og það eins og að eftir þátt sem að við gerðum hérna fyrir ekki svo löngu, þar sem hann trúði því ekki að konur gætu breytt sér í menn og það væri 2 kyn, að þá varð úr Kastljósþáttur þar sem hann var með Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, þar sem að þau voru að ræða þessa hluti, og Snorri, framkoma hans þótti svo hræðileg að eiginlega öll embættismannakerfi og allt kerfið í heild sinni, stjórnmálamenn, landlæknir, gríðarlega margir, sáu sig knúna til þess að færa rök fyrir því að Snorri Másson væri ekki bara hræðileg manneskja, heldur einhvers konar hættulegt afl í okkar samfélagi. Og þannig voru kjörnir fulltrúar sem að voru að segja að hann væri, hvað var hann, eins og geltandi hundur, og bara ég var að hlusta á Sigríði á Andersen og Dag B. Eggertsson takast á þetta í bítinu, og þar mitt spurði Sigríður á Andersen hvað það væri nákvæmlega sem að hefði verið svona hræðilegt sem að Snorri var að segja, og hann gat ekkert svarað því. Hann segir bara já, það svona
einhver svona draugkennd umræða sem hann getur ekki nákvæmlega fest fingur á en hefur raunverulega slæm áhrif á tilveru fólks og þetta náttúrulega eitthvað sem hefur verið rosalega mikið í deglunni að einhvern veginn fólk sem með einhvers konar annars konar skoðanir séu svo hættulegar að það megi ekki heyrast og þá segir fólk nei, það nú ekki þannig það aðlóta því hann kjörinn fulltrúi og hann hefur getu til þess að breyta að hann eigi ekki að vera að bá svona sína skoðanir og þetta náttúrulega algjör fásinna en ef við förum nákvæmlega út í þessi orð sem að Snorri viðhafði bæði í þessu hlaðvarpinu Ein pæling sem náttúrulega ekki þetta hlaðvarp en mitt hlaðvarp og þennan kastljósþátt þá var hann í grunninn að segja heyrðu, ég bara á öðrum skoðunum hann spurður, eru bara til 2 kyn hann segir, ég þekki engin önnur og telur karla ekki geta breytt sér í konur sem að ég held reyndar að sé mjög algeng skoðun meðal fólks en það rosalega áhugavert því að við ræddum líka að hvernig fólki refsað af hverju það gert á torginu að ástæðan náttúrulega svo að það verið að passa upp á það að einstaklingar séu ekki að viðhafa keimlíkar skoðanir og fyrir mitt leyti, ég trúi því að kynin séu 2 ég hef kynnt mér þetta málefni mjög mikið, ég hef skoðað þessi mál slatta og ég alveg tilbúin til þess að skipta skoðun ef að fólk getur fært rök fyrir sínu máli og sannfært mig það að kynin séu fleiri. Ég aftur á móti ekki tilbúin til þess að lúta einhverjum fasískum tilburðum einstaklinga sem að segja mér að ég megi ekki tala um þetta út af því ég hef ekki sérþekkingu eða annað út af því að þá erum við bara að tala tjáningafrelsi. Tilvistarréttur orð sem hefur verið notað gríðarlega mikið í þessar umræðatri og sagt að að tilvistarréttur fólks sé bundin við mína afstöðu til viðkomandi einstaklings og þarna náttúrulega gríðarleg skoðanakúgun að mínum mati fyrir hendi út af því að Snorri þarf þarna að ákveða hvort að hann sé tilbúin til þess að ljúga eins og í þessum kastljósþætti þá bent hann á það, á ég að ljúga ef ég spurður mína afstöðu til einhvers máls á ég þá að ljúga mína afstöðu og við þurfum að horfast í augu við það það sem verið að biðja það verið að biðja fólk það að ljúgi til afstöðu aðspurðum það hvort að trúi því að kynin séu 2 eða hvort að karl geti breytt sér í konu. Annað í þessu, sem að mig langar að líka koma inn á, að Snorri Másson kjörinn fulltrúi. Ok, flott. Hann með kjósendur á bakvið sig sem að eru líklega sammálunum. Það að segja að þetta ákveðin hópur mengis sem að ósammála, ætla ég að segja svona vinstri væng stjórnmálana svona lífið og tilveruna og lýðræðislegt fyrirkomulag snýra því að aðrir geti komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Snorri aftur á móti settur í þá stöðu að hann eigi að vera sammála þessu fólki. Hann á að vera sammála þeim sem búin að leggja línunar í þessum efnum. Aðalega þá fært rök fyrir því að það sé svo mikil sérþekking bak við það sem að fólk að segja og þar að leiðandi eigi hann fyrsta lagi náttúrulega ekki að tjá sig þetta en í öðru lagi ef hann tjáir sig það að ljúga sína afstöðu þrátt fyrir það að hann sé líklega framlenging sjónarmiða þeirra sem að kusa hann. Og ég ætla ekki að fara eitthvað nánar út í það nákvæmlega hver sagði hvað landlæknir sagði, hvað Hanna Katrín Friðriksson sagði, hvað allir þessir einstaklingar sögðu út af því að þið getur bara flett því upp en bara eitt dæmi, Einar Þorsteinsson sem að kemur fram fyrrverandi borgarstjóri og sem náttúrulega berjast fyrir sínu pólitíska lífi í borginni kemur fram og segir að fordómafullir einstaklingar eigi ekki að koma að opinberri stefnumótun. Hann að segja að það eigi að taka út hluta þjóðarinnar sem þá sammála líklega Snorra Másinni og bara að gera þá ófæra að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Hvernig getur þetta haldið vatni? Hvernig getum við verið komin á þann stað að lýðræðislega kjörnir fulltrúar telja skoðanir annara lýðræðislega kjörna fulltrúa svo slæmar að við eigum að sniðganga einfaldlega stóran kjósendahóp? Og ég veit ekkert hversu mikið Einar Þorsteinsson hefur hugað að því sem hann sagði nákvæmlega þarna. En þetta svo ótrúlega biluð afstafa að það bara maður næri ekki alveg utan það En aftur á þessum spurningum ég verið aðeins að huga þessu núna nýlega. Það eitt í þessu sem ótrúlega einkennilegt
að allt sem að við kemur einhvers konar transumræðu eða útlendingamálum eða öðru alltaf kallað orðaræða. Í öðru samhengi, ef við erum til dæmis að tala um efnahagsmál eða einhvers konar velferðarmál eða annað, að þá að tala um umræðu. Og hvað þýðir þá þetta hugtak? Hvað þýðir orðaræða? Orðaræða einungis beitt, eða orðaræðu hugtakinu einungis beitt þegar að viðkomandi sem að færir rök fyrir því að við að kalla eitthvað viðfangsefni orðaræðu, þá hann bara að færa rök fyrir því að það eigi að þagga niður í hinum. Ég get ekki séð þetta öðruvísi. Ég hef aldrei heyrt einhvern nota orðið orðaræða nema þegar einhver að gagnrýna þann einstakling sem að færa rök fyrir einhverju máli undir þeim formerkjum að sjónarmiðan segja ekki að heyrast. Það alltaf talað um orðaræða, en hver munurinn á orðaræða og umræðu? Orðaræða bara eitthvað sem að fólk eitthvað smeykt við að tala um. Umræður eins og alltaf einhvern veginn anything goes, við getum talað um efnahagsmálin, við getum talað um umræður útlendingamál reyndar, oft talað um, en þegar einhver segir orðaræða, að þá veit ég að viðkomandi að reyna að þagga niður í umræðum. Og það reyndar eitt sem að Snorri Másson tjáði sig núna rétt áður en ég byrjaði að taka upp, og ég ætla að finna þetta eins og það sem ég þótti þetta að vera svolítið gott. Og hann talar hérna eins og ég reyndar sammálanum vanstilt viðbrögð á netinu og hafa sannarlega tekið út fyrir allan þjófabálk, og efnislega vekur helst athygli mína þar að jafnan lagt út af einhverju sem ég hef aldrei sagt, sem náttúrulega búið að vera mjög áhugavert að fylgjast með, þar sem að kjörnu fulltrúar, embættismenn og aðrir hafa einhvern veginn verið að færa rök fyrir því að Snorri Másson sé á einhver allt annari afstöðu heldur en hann raunverulega Það að segja að það tekið þessar 2 breytur það að hann telji kynin vera 2 og að konur getur ekki breytt sig í karl sem einhverja ógn við einhverja hópa. Það ekki ógn að einhver sé á annari afstöðu til þinnar tilvistar heldur en þú sjálfur. Ef að þú telur þig vera eitthvað og einhver annar segir að þú sért það ekki, þá það ekki tilvistar ógn að einhver sé ósammálaður. En hann heldur áfram hérna, þetta þó aðeins það sem maður sér á yfirborði samfélagsmiðlana. Á sama tíma fæ ég ekki svarað öllum þeim ströymi skilaboða sem berast mér með þökkum fyrir að ræða þessi mál opinskátt og af virðingu. Því fylgir oftar en ekki lína að sendandinn þori ekki sjálfur að lýsa sinni skoðun opinberlega né lýsa yfir stuðningi við mín sjónarmið, og þetta mjög áhugavert. Þessi viðbrögð, bæði heilaga vandlætingin en einnig þakklætisbylgjan, gera því ekki annað en að staðfesta áhyggjur mínar í viðtalinu af afar viðsjárverðri þöggun sem hefur grafið sig í okkar samfélag, og ég gæti ekki hafa orðað þetta betur, út af því að ef að við myndum spyrja langflesta held ég í okkar samfélagi hversu mörg kynin þá myndu eiginlega allir segja 2. Af hverju það þá þannig að þegar að hann mætir í Kastljósþátt og fólk getur gagnrýnt framgönguna og allt þar fram til götunum, en ef við förum í kjarna þess sem við erum að ræða, af hverju það þá þannig að fólk gjörsamlega hópast að honum á samfélagsmiðlum og annar staðar til þess að færa að reyna að þagga niður í honum með þessi sjónarmið? Ég held reyndar að viðbrögð við þessu undanfarið hefur skaðað málstað transfólks alveg gríðarlega. Ég veit að fólk telur sig vera að færa rök fyrir rosalega göfugum sjónarmiðum það að við þurfum að verja tiltekna hópa og transfólk sé frábært og transfólks eigi að hafa réttindi sín varin. Snorri Másson var ekki að tala gegn því. Hann var bara að segja að hann ósammála tilteknum öngum þessarar umræðu. Og þá segja einhver, já nei, menn þú og Snorri Másson verið að þagga eitthvað niður í ykkur, þú ert með eina podcast og Snorri færi bara hoppar á milli allra hlaðvarpa sem hann Nei, það ekki það sem þetta snýst um. En afstaða fólks, eins og hann lýsir í þessu þegar hann að fá skilaboð, ég reyndar fæ þessi skilaboð líka, þegar að fólk ekki tilbúið til þess að lýsa sinni afstöðu til tiltekinna mála við hræðslu það að missa vinnun eða annað, þá það þöggun. Þöggunin sem að vera að gagnrýna snýst ekkert málfrelsi mitt eða Snorra Mássonar. Ég held að við höfum bara komið okkur báðir í þannig stöðu að við getum talað nokkuð frjálslega án þess að þurfa að hafa áhyggjur af svona flestu. Þrátt fyrir það núna náttúrulega eins og ég var að fjalla áðan að sérsveitin þurfti að vakta heimili Snorra Mássonar eftir umræður á samfélagsmiðlum. Þöggunin aftur á móti fyrir hendi.
og þetta svolítið eins og Czesław Milosz sem að ég hef oft talað í þessum þætti í Captive Mind, í bók sem hann skrifaði stuttu eftir, reyndar hann skrifaði aðdáendabréf til Orwell sem að ég reyndar vissi ekki af fyrir skömmu, og hann sem sagt var smitaður af Orwell þar sem að hann var að færa rök fyrir því að það hafi verið ótrúlegt hversu vel Orwell gat lýst hinnu sósíalíska skipulagi Sovétríkjanna, að þar hann að tala þetta, þar sem að sko fólk lýgur til þess að eiga ekki á hættu á því að vera útskúfað úr sínu samfélagi, en samt sem áður eins og ég segi í þessu tiltekna dæmi, ég held að flestir séu sammála það að kynin séu tvö. Og fyrir mitt leyti þá tel ég að þau séu tvö líka. Þú getur reynt að sannfæra mig annað og ég opinn fyrir því að skipta skoðun. Það mjög áhugaverða breytur varðar XXX litninga og XXY litninga og eitthvað þannig. Ég ætla ekki að fara út í það nákvæmlega, en það hægt að færa rök fyrir því að það sé eitthvað þannig, einhver flóra sem eitthvað flókin. Ræðum það þá. En það að fara að fá allt kerfið á móti sér sem kjörinn fulltrúi fyrir það eitt að sko bera fram afstöðu langflestra í íslensku samfélagi og verða fyrir jafnmiklu aðkasti, sýnir fram á einhvers konar svona bilun sem í námunda við það sem við sáum í COVID-19, og allir eru sammála að hafi verið bilun. Það eru allir núna sammála það að við höfum mist vitið í COVID-19, við höfum gengið allt og langt fram í bólusetningar ákvæðum, allt og langt fram í öllum lokunum, allt og langt fram í varðar bara persónufrelsi fólks, og við náttúrulega settum okkur 2 ár í stofufangilsi. Það eru allir sammála að þetta hafi verið bilun. En við gerðum okkur ekki grein fyrir því hversu bilu við vorum nákvæmlega á þeim tímapunkti. Heldur vorum við bara einhvern veginn að syngja góða ferð við stundum eitthvað heima við bla bla bla. Ég held að þetta sé annað tiltekið dæmi það að við séum að missa vitið. Og það fullt af umræðum í þessari transmálefnum öllum sem að má bara ræða. Það talað það að umræðan sé orðin sérstaklega slæm í Bretlandi, það talað hún sé orðin sérstaklega slæm í Svíþjóð, og ég hugsa með mér bara af hverju það? Hvaða mistök voru það sem að þeir gerðu sem að olli því að umræðan fór að slæma af stað? Trump, örugglega stærsta svona pólitíska breyta varðar vestrænt heimskipulag bara í mjög langan tíma. Menna, þetta bara þangað sem þetta leiðir. Ef að umræðan ekki tekin, sko tjáningafrelsi hættulegt. Tjáningafrelsi bara hættuleg breyta. En sko ástæðan fyrir því að það þarf að berjast fyrir því og að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það betra að búa við tjáningafrelsi, út af því að ellegar erum við með þöggun, og þöggunin miklu hættulegri, og þegar slagkraftur raunverulegs bakslagsins, það að segja bakslagi sem að ég held að yrði í alvöru ef að þöggunatilburðinni halda áfram, það eru áhyggjur sem að ég get alveg skrifað upp á og verið sammála samtökunum 78. En núna til dæmis, þegar að sérsveitin þarf að vakta heimili Snorra Mássonar í kjölfar þess að hann fær hótanir og birtir heimilisfang hans og fólk segist alltaf hópast heim til hans. Sko, það vanalega hefur verið rætt svona, hættulega orðaræðu í samhengi við svona, þú verður að passa hvernig þú segir og hvernig þú segir þetta, því þú vilt ekki hvetja fólk til þess að grípa til einhverja varhugaverðara ráðstafna. Og þá var oft rætt það í sambandi við Þriðja ríki Hitlers, sem er reynda mjög lélegt dæmi út af því að til dæmis eins og Hitler skrifaði Mein Kampf í fangelsi eftir einmitt að hafa haft rangar skoðanir og reynda bjórkjallarabyltingunum líka, en við vitum alveg að það var stóru partur af því einmitt út af skoðanum hans. Við þurfum bara að gera okkur grein fyrir því að já, tjáningafrelsið hættulegt. Fullkomið tjáningafrelsi hættulegt. En það ekki hættulegra heldur en svo þöggun sem viðhöfð í þessari umræðu. Og það annað í þessu, sko, það svarar engin spurningunni, sko, hvað eru kynin mörg? Förum bara yfir það. Hvað eru kynin mörg? Bara fyrir því sem hlustanda, bara ef þú hugsar þetta, hvað eru kynin mörg? Það ekkert svar við. Þessu aldrei svarað. Það enginn sem veit hvað kynin eru nákvæmlega mörg. En við vitum samt að það eitt rangt svar. Og það að kynin eru 2. Það ekki svo lítið merkilegt? Ekki svo lítið merkilegt
að við erum með spurningu sem að lútir að því að við erum að tala líffræðilegt kyn. Hvað eru kynin mörg? Það er að mínum mati rosalega sérstakt að spurningu sem við erum ekki með svarið við er samt með staðfest rangt svar. Mér þykir það rosalega sérkennileg þróun á einhvers konar málefnalegri umræðu. Að þegar ég kem með einhverja spurningu fyrir einhverja mannesku, þá er það bara hvað sem er, ég veit það ekki, bara eitthvað. En þau eru ekki tvö. En ef þau eru bara eitthvað, þá geta þau líka verið bara tvö. Það er alveg hægt að færa rök fyrir því. Ef við erum ekki með svarið við þessari spurningu, að þá getur þú ekki staðfastlega fært rök fyrir því að það sé til eitt rangt svar. Og þá komum við að öðru sem er að ég get skrifað upp á það. Ég gæti trúa því, og ég hef reyndar sagt þetta mjög oft, að við gætum verið í hringiðu einhvers konar umræðu eins og hún var árið 1980 gagnvart samkynhneigðum. Ég er tilbúin til þess að viðurkenna að það gæti verið rétt hjá þeim sem eru til þess að gagnrýna Snorra Másson og gagnrýna minn málflutning gagnvart þessu. En það er einn hængur á sem að snýr að því að það er ekki bara verið að tala að leyfa fólki að vera hvernig sem það vill. Ef að þú talar til dæmis byrjum að búningsklæðamálum. Þegar þú spyrð konur hvort að þær myndu samþykja það að maður myndi koma inn í búningsklefa kvenna og segjast bara vera kona, það er stór hluti kvenna sem að þykir það óþægilegt. Og persónulega fyrir mig væri mér alveg sama þótt að kona kæmi inn í karlaklefan og myndi segjast vera karl, það myndi ekki trufla mig neitt. En það er hins vegar eitthvað sem að þykir alveg ótrúlega óþægilegt að ræða, sem er það að konur þurfi að vera með fyrrum körlum, og það er að segja transkonum í búningsklefa, sérstaklega þegar nú er ég ekkert að selja þetta dýrar en ég keypti það, bara þegar að það er tippi fyrir hendi. Ég held að sumum konum þykir bara einfaldlega óþægilegt að hafa tippi inn í kvennaklefanum. Og þetta er einmitt ástæðan fyrir því að þegar ég ræð þessi málu, hefur rætt við Jóhannes Stóru, ég hef rætt við forsvarsmenn þeirra sem að tala fyrir transmálum, er að, hvað er konu tippi? Og það þykir að einhverjum ástæðum vera svona, hvað ég var að segja, ónærgætin spurning. Það er eitthvað svona sem að er dónalegt að spyrja. En í grunninn finnst mér þetta bara kjarna það sem við erum að ræða. Mér finnst við vera að ræða það hvort það sé til konu tippi, hvort að tippi séu eitthvað sem að eigi að vera til staðar í búningsklefum kvenna. Svo getur þú verið með alls konar sjónarmið gagnvart þessu, en af hverju eru spurningarnar slæmar? Það er það sem ég þykir sérstakt. Og ég ætla ekki að fara löngum orðum, en ég meina, fangelsismál. Ef að einhver sem er búin að fremja hræðilega glæpi gagnvart konum til dæmis, segist vera kona, á hann að vera í kvennafangelsi. Og ég man að ég ræddi þetta nú við Uglu Stefáníu fyrir einhverjum árum, og þá var þetta bara einhvern veginn, við tökum það bara case by case. Og þá veldi ég fyrir mér, en hver er ég þá að ákveða hver er trans og hver er ekki trans? Ef einhvers, út af því að núna erum við búin að vinna undir formerkjum þeirra skilgreininga, að skilgreiningavaldið er alfarið í höndum þess einstakling sem ræðir. Og ég get þá ekki verið bæði að segja að ég get aldrei neita transfólki það að vera trans, og á sama tíma sagt að ef að fangelsis eða kemur upp eitthvað mál í fangelsi að karlmaður segist vera orðin kona, að þá get ég ekkert verið að fara að taka skilgreiningavaldi að mér. Íþróttamál er mér náttúrulega mjög nærri, út af því að ég er hnefalega þjálfari, að ef að einhver segist vera orðin kona stuttu eftir hann orðin karl, að þá á ég að geta sagt nei, þú ert ekki að fara að manhandla stelpurnar sem að ég er búin að vera að þjálfa í lengri tíma. Það er bara ekki eitthvað sem mér þykir boðlegt og mér þykir að ganga á réttindi stúlknanna. Og það er það sem ástæðan fyrir því að til dæmis þegar að fólk er að tala samkynhneigð og setja það í samhengi við þetta, þá finnst mér það ekki vera fullkomlega yfirfæranlegt á þessa umræðu, út af því að þarna er til dæmis verið að ganga á réttindi kvenna er varðar búningsklegamál, það er verið að ganga á réttindi kvenna er varðar fangelsismál, og það er verið að ganga á réttindi kvenna er varðar íþróttamál. Og þá segja nú einhverjir, já, en ég meina, af hverju er ekki líka verið að ganga á
réttindi karla, það bara út af því að þetta öðruvísi. Karlar og konur eru öðruvísi og það alltaf í lagi að segja það. Mér þykir það ekkert fáránlegt. En kannski stærsti þátturinn í þessu náttúrulega þegar fólk segir já, við erum örugglega í sömu umræðum og varðaði transfólk, varðaði samkynhneigða segja, að þá segir fólk, nei, sko, það bara alfarið, bara ef að barn einhvern veginn með einhvern svona kynama og líður eitthvað óþægilega eigin skinni og segist vera annað kyn en það fæddist með, að þá eigum við bara alfarið að bara koma til móts við þau sjónarmið. Mér finnst börn vera verulega vitlaus, eins og ég hef komið á framfæri hérna í gríð og erg. Börn eru bara vitlausar en fullorðnir. Það enginn sem horfir tilbaka og segir vá hvað ég var mikill snillingur þegar ég var 18 ára, vá hvað ég hefði átt að taka mikið mark á mér þegar ég var 18 ára. Það enginn sem að gera það. En ok, ef við tökum þess að breyta út af því að svona transbörn hafa verið líka í mikill hringu þessu. Ég heyrði að Björn Þorláksson tók eitt viðtal sem ég kláraði áðan, þar sem hann var með að tala við mann frá Akureyri sem að á transbarn og var sem sagt að færa rauk fyrir því að umræður Snorra Mássonar væru að ekki bara skekkja heldur skaða umræðuna, sem að já, gæti verið í einhverri mynd sem að fólk sér, þrátt fyrir það að ég sjá hann ekki. En við erum að tala um það að setja börn á hormónablokkara og nú ræddi ég þetta við Jóhannes Þór á sínum tíma fyrir ekki svo löngu og ég man ekki nákvæmlega tölugögnum hormónablokkara. En bara það að það sé fyrir hendi gerir það að verkum að einhvers konar umræða á sér stað ágæti þess. Ég tel til dæmis að þegar að fólk segir við mig að hormónablokkarar, það sem sagt, þá þetta sem sagt kynbælandi lyf, það að segja að þetta hægir á kynþroskanum og á að vera einhver svona varstaða á meðan barnið gerir sig grein fyrir því nákvæmlega hvað það og hvort að það hætti við eða eitthvað þannig, að það hafi engin áhrif og að þetta sé allt afturkræfar aðgerðir. Og ég hugsa með mér bara að þú ert ekki að fara að segja mér það að setja ungt barn á hormónabælandi lyf mun ekki koma til með að hafa nein áhrif síðar meir. Það bara fásinna, það heldur engu vatni. Enda eins og hefur enda komið fram í umræðum erlendis að þetta reynist náttúrulega ekki rétt. En ég ætla að ljúka þessum stuttatætti, bara aðeins að negla hana punkt, sko, þegar mér finnst þetta með tilvistarrétt. Þetta hugtak sem notað mikið núna og aðalega bundið við það að sko, tilvistarréttur sé alfarið bundin við viðhorf fólks gagnvart þeim einstakling sem að telur að tilvistarrétti sinum vegið. Það ekki tilvistarréttur þinn að segja mér hvað mér megi finnast þig. Það ekki bundið við þín réttindi að mín skoðun eigi að verða skekkt eða ég einfaldlega ljúgi að þér til þess að þér líði betur með sjálfan þig. Það eru réttindi sem eru ekki fyrir hendi og eiga ekki að vera fyrir hendi. Tilvistarréttur aðalega bundin við það að ég sé ekki að reyna að eyða þér eða eitthvað þvíumlíkt. En ég get ekki skrifað upp á það að aðrir geti komið til mín og sagt ef að þú ert ekki sammála mér mína afstöðu til mín sjálfs, að þá þú að vega að mér og ert í rauninni að reyna að útrýma mér. Þetta sko svona orðagjálfursbragð sem stjórnlaust galið. Það ekkert sem heldur vatni í því að segja að skoðanir fólks geti haft áhrif á tilvistarréttis. Það bara algjörlega út úr kortinu. Og það að við höfum skrifað upp á þetta hefur nefnilega valdið því að ég eins og segi ábyrgð orða. Núna eins og segi, sérsveitin þurfti að vera við heimili Snorra Mássonar. Og það bara veruleiki sem nú komin. Og hann í boði umburðarlyndisins. Og ég get bara, ég þori bara fullir það. Þetta það sem við fengum, þetta var það sem var alltaf talað í samvættu við mannúð, mennsku, umburðarlynd og annað. Og að fólk getur sagt, já, nei, þetta nú ekki, þú getur ekki skrifað þetta upp á okkur. Og ég sammála því. Ég sammála
að þetta ekki endilega eitthvað sem að eigi að vera fært á reikning þeirra sem að voru að tjá sig undanfarna daga. En ef við snúum þessu við, ef þetta hefði verið öfugt og einhver manneskja sem að telst til hinsegin samfélagsins hefði orðið fyrir aðkasti og þurftu vernd sérsveitarinnar, að þá værum við að tala það hversu mikið Snorri Másson ber ábyrgð á þessu. Og fólk má svo sem greina það hvernig sem það vill. Ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið á ábyrgð þeirra sem hafa verið að tala fyrir umburðarlyndi og kalla hann geltandi hund og reyna að fá hann til þess að segja af sér embætti og hann eigi ekki að koma á opinberri stefnumótun og hann sé ömurleg manneskja og hatur og allt þetta. Ég ætla ekki að segja að þetta sé skrifað upp á ykkur. En ekki gleyma því að ef að þetta hefði verið öfugt, að þá værum við að tala það hversu mikið Snorri Másson ber ábyrgð á því hatri sem einhver einstaklingur hefur orðið fyrir. Og þetta fyrirkomulag, þessi leikjafræði, mun bara leiða til verra samfélags. Það sem að einmitt umburðarlyndi, mannúð, mennska og allt þetta dót verður notað til að skoðanakúga fólk, að þá mun fólk bara snúast gegn þessum málstæðum. Takk fyrir að hlusta og þangað til næst.